komið sæl. Velkomin á samkomu. Já. Við ætlum að spila hérna nokkuð lög fyrir ykkur, við ætlum að lofa drottinn. Endilega komið bara framalega, komið og verið með okkur. Við ætlum að byrja þetta. Þú tilbúin? Nei. Það var sem sagt smá vesen í rafkerfinu náðan og sem betur fyrir þurfti þið ekki að vera vitni að því út af því það komið trumur og eldingar í hátalarana. Mjög dramatískt. En já, ekki bara að byrja að taka inn á bæn. En það er ekki bara fínt. Hafa þetta svona heimilislegt. Takk drottinn fyrir að koma með okkur hingað í kvöld, koma okkur saman og bara þakka þér fyrir daginn. Þakka þér fyrir að þú sért með okkur alla daga, allan daginn. Takk fyrir að ég geti leitað til þín, ég geti spurt þig spurninga og þú geti gefið mér svörin. Takk fyrir að ég treysti á þig, takk fyrir að þú leiðir mig áfram, takk fyrir að ég hafi fundið friðinn sem að vera með þér. Bara takk fyrir að vera með okkur drottinn, gerum þetta yndislegu kvöldi og ég má bjóða okkur að standa upp og lofa Guð í hæstu hæðir.
Velkomin á samkomu United Reykjavík. Verið innilega velkomin. Það veisla í kvöld eins og hverju mánuði og bókstaflega veisluborð frammi. Það var kökur og matur og drykkir og súkkulaði. Það bara allt sem líkaminn þarf í orkubúskapinn. Og síðan veisluborð hér inni líka. Það lofgjörð sem við tökum þátt í. Við höfum þetta frábæra band og til að hjálpa okkur að stíga inn í lofgjörð og lofa Guð og þakka honum og fagna og jafnvel gráta frammi fyrir honum. Og svo fáum við frábæran predikara sem við erum nú búin að vera að reyna að fá hérna áður sko. En það Pétur Erlends. Gefum bara, klappið bara. Við erum mjög þakklátt og spennt og fá að heyra hvað Guð hefur lagt á hjartans fyrir kvöldið í kvöld og bara undirbúið hjartað ykkar í lofgjörðinni að fá að heyra hvað Guð hefur að segja í gegnum þennan Guðsmann inn í líf okkar allra. Og við ætlum líka að taka þátt í samskotum, við ætlum að taka þátt í því að gefa. Við getum öll gefið, það líka góð þjálfun í að taka þótt að sé 1000 kall eða hver sem upphæðin margt smátt gerir eitt stórt. Að við tökum þó allan að þátt í því sem í starfinu. Og núna mér var hugsað til þess að það svo margt í gangi hjá okkur öllum örugglega og það eitt sem svo mannlegt, það að vera hræddur eða kvíðinn eða áhyggjufullur og það hluti af því að vera manneskja. En það svo frábært að eiga Guð og það svo frábært að eiga trúna og biblíuna og nú ætlum ég bara að segja ykkur, endur segi 91. Mæra, 91. Sálmur 91. Þannig þegar þið komið heim, finnið Sálm 91 og lesið hann og bara alltaf þegar þið hafið áhyggjur eða kvíðin, hvað að gerast, þeir að heyra fréttir frá heiminum eða fréttir innanlands eða einhver hringir í ykkur með fréttir eða læknirinn segir eitthvað við ykkur eða þeir að upplifa bara kvíða að þá það Biblían stútfull af huggunarorðum, hvatningarorðum og það sem að Guð kemur og brýtur lygina með sannleikunum. Að Guð með okkur, hann sleppir aldrei á okkur tökin, hann umvefur okkur, hann elskar okkur, hann trúfastur og hann elskar þig og hann hefur áætlun fyrir líf þitt. Og trúfesti hans varir frá kyni til kyns. Og ég þakkaði Drottinn fyrir bara þetta kvöld, ég þakkaði fyrir þennan dag, ég þakkaði fyrir þennan tíma sem við lifum á í dag og ég þakkaði fyrir Drottinn, fyrir vakninguna á Íslandi, það sem þú ert að gera, það sem þú ert búin að vera að gera á Íslandi, ert að gera og munt gera. Í lífum okkar, við sem erum hérna inni, ástvinur okkar sem ekki enn búin að taka skrefið og taka á móti þér Jesús. Og ég þakkaði fyrir þá áætlun sem þú hefur fyrir landið okkar, fyrir líf okkar, fyrir fjölskyldu okkar og ástvini. Og ég bara þakkaði þú umvefur okkur á bak og brjóst og ég þakkaði fyrir trúfesti þína og við leggjum þetta kvöld í þína hendur og við bara þökkum fyrir þá áætlun til heilla og hamingju sem þú hefur í Jesú nafni. Og pósinn aftast og það baukurinn hendi búin að fara og svo bara höldum við áfram. Amen. Tísöku, hún var að tala borðið frammi verður fullt af kræsingum, spila endilega. Borðið frammi verður fullt af kræsingum og ég var að lesa Sálm 23 í morgun. Þekkjum öll örugglega Sálm 23, Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. En í 5. versi þar stendur: Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barmafullur. Og ég var að heyra útskýringu á þessu versi í morgun líka að á þessum tíma þegar Davíð að skrifa þessa sálma og hann skrifar þennan sálm og þessa sálma á þessum tíma hvað sem var tímanum, á þessum tíma þá var það þannig að þegar að fólk fekk boð að koma til konungsins að þá sjálfsögðu mikill heiður og þú settist við borð og þú fyrst bikar eitthvað að drekka. Og það var þannig að þegar þú sást að bikarinn var að vera tómur, þá þýddi það að konungurinn var kannski búinn að fá leið á þér, en hann vildi ekki hafa þig lengur.
En þegar konungi líkaði mjög vel við einhvern, þá sagði hann þjónunum sínum að fylla á bikarinn stanslaust, þannig að hann myndi flæða yfir. Hann væri barmafullur alltaf. Og ég sagði bara, vá, og það akkurat sem Guð vill fyrir okkur. Hann býður okkur á borði sínu, hann býður okkur að koma fram fyrir hásætið sitt og hann segir ekki fara. Hann heldur áfram að fylla á bikarinn svo lengi sem við höfum bikarinn á borðinu. Og mér langar bara að hvetja okkur í kvöld að gefum Guði aðeins meira, opnum bikarinn, eða þetta opna meira, fattiði mig. Höfum bikarinn opinn og leifum Guði að hella, leifum honum að hella meira og flæða yfir. Að því þegar við lofum hann, og lofgjör snýst það, hún snýst að lofa konunga, að þakka Jesú fyrir það hver hann og lofa hann bara fyrir það að hann kom, hann fór á krossinn fyrir þig og fyrir mig, svo við máttum eignast eilíft líf. Og við fáum að koma saman í kirkju og við fáum að lyfta upp konunga, við fáum að lofa hann og hann mætir á svæði og segir ekki fara, haldið það áfram. Og það undir þér og það undir mér komið að taka við olíunu sem hann hellir, taka við því sem hann setur í bikarinn. Þannig ég vil bara hvetja okkur, setjum hjarta okkur algjörlega á Jesú. Gleymum öllu öðru, það eins og Laufey sagði áðan, það fullt af áhyggjum, það alls konar í gangi. Ef við getum alltaf treyst því að Jesús sannur og trúr, hann í dag hinn sama og í gær alla eilífð, og þó að allt sé í rugli í heiminum, þá stendur hann trúfastur og segir, barnið mitt, komdu, ég skal halda utan þig, ég hjálpa þér í gegnum þetta. Ég ekki búin að gleyma Íslandi, ég ekki búin að gleyma heiminum, ég ekki búin að snúa við ykkur bakinu. Ég hérna. Við þurfum bara að horfa á hann og leita eftir ljósi hans og hætta að horfa á allt annað sem í kringum okkur. Amen. Amen. Og ekki að rísa fætur og ætlum að syngja saman, halleluja. Góðvild Guðs, halleluja. Takk Jesús fyrir það hver þú ert, drottinn Jesús, halleluja. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I live
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Tack Jesus. Your heart is for me. Your ear is listening. I'm safe in your love. Your army of angels watch over me. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I have never walked alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never faithful. You're strong and able. I'm lifting my head. In you I find help.
strength and shield, and I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. I will never walk alone. Tack Jesus, tack Jesus, halleluja, fyrir varðveislu þína, Jesus, halleluja, tack Jesus, halleluja, halleluja, Jesus, tack fyrir trúfestu þína, Jesus, halleluja, og varðveislu drottin, Jesus, halleluja, ó Jesus, Rabasía. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. I know the author of tomorrow has ordered my steps. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission. All that is rest. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story.
hann bregst aldrei. Ó, hann bregst aldrei. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust you, God. I trust you, God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. I trust you, God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Sannur Guð, halleluja. Við lofum þig, Jesús, fyrir því við getum treyst þér, drottinn minn Jesús, fyrir lífum okkar, halleluja. Við lofum þig, Jesús, fyrir að þú hefur svarað bænum okkar, drottinn Jesús. Og við treystum þér, Jesús, fyrir nýjum bænarefnum, drottinn minn Jesús.
Við treystum þér, Drottinn minn Jesús, fyrir því sem við erum að burðast með, Drottinn minn Jesús. Því sem að íþyngja okkur, Drottinn minn, og halda okkur niðri, Drottinn minn. Treystum því, Drottinn minn Jesús, að þú munir lyfta því af okkur og hjálpa okkur að rísa upp sem aldrei fyrr, Drottinn Jesús. Við treystum þér, Jesús, fyrir börnunum okkar, Jesús. Við treystum þér, Jesús, fyrir vinum okkar og fjölskyldu, Drottinn Jesús. Við treystum þér, Jesús, fyrir Íslandi, Drottinn Jesús, halleluja. Við treystum þér, Jesús, að þú ætlar að gera stóra hluti á þessu ári á Íslandi, Drottinn. Við treystum þér, Jesús, að við fáum að sjá fullt af fólki, þekkja þig og koma sér þekkingar á þér, Drottinn Jesús, og taka við þér, Jesús. Og við treystum þér, Jesús, að við sem kirkja þín verðum tilbúin með opna arma til þess að taka móti við nýja fólkinu, Drottinn Jesús. Við treystum þér, Jesús, halleluja, fyrir að vilji þinn nái fram að ganga, Drottinn Jesús. Við treystum þér, Jesús, halleluja, að þú munir fullkomna það verk sem þú hefur hafið, Drottinn Jesús. Halleluja, Jesús. Við treystum þér, Jesús. Halleluja. Praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Without it, that is a hallelujah. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah.
praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but if nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, Dýrsi Guði. Takk Jesús. Drottinn góður. Drottinn svo sannarlega góður. Það svo magna með tónlistina. Þessi gríðarlegu áhrif sem hún getur haft á hjarta mannsins. Og við höfum í kringum okkur allskyns hluti sem eru skapaðir og gjörðir hérna á jörðinni, en tónlistin er gjörð á himnum, löngu áður en okkur var til. Tónlistin hefur alltaf verið. Þetta er andlegt fyrirbæri sem okkur er gefið til þess að nota, til þess að lyfta upp nafni Drottins. Takk kærlega fyrir fólk, blóðgjörðina. Gefum þeim gott klapp, þessu fólki. Heyrðu þið bænina hjá henni Arnrúnu hérna áðan? Við treystum þér, Drottinn. Svo taldi hún upp. Við treystum þér fyrir því sem við göngum í gegnum. Við treystum þér fyrir fjölskyldun okkar. Við treystum þér fyrir þessu og hinn og öllu. Og traust er eitthvað sem að Drottinn leggur mikla áherslu á í orði sínu. En það getur samt verið svo erfitt að treysta. Og það er svo mikill munur á því að trúa og að treysta. Vegna þess að við getum trúað á Guð en átt svo erfitt með að treysta honum. Og það er bara þannig með okkur öll. Það er engin undan skilin, bara því að við erum eins og við erum. Það er ritningarstaður í Biblíunni sem að segir: fel Drottni vegu þína, þar að segja trúðu á Drottinn og treyst honum og hann mun vel fyrir sjá. Ekki bara fel honum vegu sína, heldur að treyst honum líka. Það getur verið mjög erfitt. Hafði einhvern veginn lent í því að vera að fara til útlanda og við erum komin á Keflavíkurflugvöll. Þetta er eitthvað sem við könnumst öllu. Ef við ekki lent í sjálf, þá þekkjum við ábyggilega eitthvað sem við lent í. Maður er komin inn að check-ininu og að fara að ná í miðan. Vegabréfið eftir heima. Það er ekkert skemmtilegt. En það er bara eitt option, það er eitt möguleiki í þessu, það er að fara tilbaka, sækja það, til þess að geta haldið ferðalaginu áfram. Þannig er þetta stundum líka á göngunum með Guði að það sem oft heldur aftur af okkur á göngunni og er oft okkar dýpsti dalur er eitthvað í fortíðinni. Eitthvað sem hangir á okkur og við höfum ekki vilja að díla við.
höfum ekki viljað ná því upp á yfirborðið. Við hleypum því ekki upp á yfirborðið. Við ýtum því bara niður aftur vegna þess að það er sárt. Það tekur á. Jafnvel eitthvað sem gerðist, eitthvað sem hún gekkst í gegnum, eitthvað sem jafnvel enginn veit um, nema bara þú og Drottinn. Stundum er eini möguleikin okkar að fara tilbaka og sækja það. Vegna þess að þetta er það sem heldur aftur á okkur á göngunum með Guði. Og það getur tekið á. Það getur tekið mjög mikið á. Við erum kannski svo árum skipti búin að ýta þessu niður. Nei, þetta er of sárt. En til þess að gera þetta, þá þurfum við að eiga traust. Að treysta Drottni fyrir því að hann muni vel fyrir sjá í gegnum dalinn sem við göngum í gegnum. Það er annar ritningarstaður, ég ætla nú ekki að lesa hann, en ég ætla að lesa þetta upp úr Mattheusi, en það er ritningarstaður sem segir treystu Drottni. Þetta er ritningarstaður sem við þekkjum ábyggilega öll. Treystu Drottni af öllu hjarta. En reyndu þau ekki á eigið hyggjuvit. Af hverju skildi það standa í orði Guðs að við höfum ekki að reiða okkur á okkar eigið hyggjuvit, við höfum ekki að treysta á okkar eigið hyggjuvit. Það leiðir okkur svo oft í gönur, það leiðir okkur stundum út af veginn. En að treysta Drottni, vitið það, trúin okkar, hún breytist í traust þegar það reynir á. Við þurfum ekkert að treysta á Drottinn fyrir en það virkilega reynir á í lífin okkar. Við getum gengið trúargönguna og allt bara frábært og æðislegt, en svo þegar við rötum inn í aðstæður og kringumstæður sem við hefðum viljað sneiða hjá, og við höfum öll gert það, það væri enginn hérna nema vegna þess að við höfum einhvern tíma ratað inn í aðstæður sem við hefðum viljað hafa einhvern veginn öðruvísi, sem við hefðum viljað sneiða hjá ef við hefðum fengið að ráða. En það eru þessar aðstæður sem að búa til traust í hjart okkar, traust á Drottinn. Neyðin skapar traust á Drottinn. Munum það. Það er ekkert sem gerist í lífinu sem er til einskis. Ég gerir mig grein fyrir því, það er auðvelt að standa hérna uppi og segja að allt sem hefur gerst fyrir þig sé einhvern veginn inn í áætlun Guðs. Ég get ekki stað og sagt bara dílað bara við þetta. Ég veit ekki einu sinni hvað þú hefur gengið í gegnum. En ég veit það að hvað sem hefur gerst, þá getur Drottinn notað það. Sér til dýrðar og þér til framdráttar á göngunum með Guði. Alveg sama hversu neikvætt það kann að vera. Þá getur Drottinn notað það sér til dýrðar. Það segir í Mattheusi 16, þetta er svolítið fyndinn náungi sem við talaðum um þetta. Hann heitir Pétur, ég heiti Pétur líka. En ég er ekki að tala um þetta út af nafninu. En þetta var svolítið merkilegu náungi, Pétur postuli, Pétur lærisveinn. Hann var snöggur að tala, oft seinna að hugsa. Alveg eins og ég. Ég get verið það stundum. En sem betur fer, þá er Drottinn miskunnsamur Guð við okkur öll. Og Jesús er með lærisveinum sínum og hann segir við þá, hvert segja menn mig vera? Af því að það hafi gengið út svona orðrómur, þetta er Jeremía, þetta er Elías spámaður, endurborinn og þeir segja honum það, fólk er að tala um að þú sett Elía eða Jeremía eða eitthvað svoleiðis og þá segir hann, en hvert segið þið mig vera? Allt í einu var hann komin inn í stofu hjá þeim bara. Þá segir Pétur, hann fær opinberun og hann segir við hann, þú ert Kristur,
sonur hins lifanda Guðs. Það var ekki efi í hans huga hver þetta var. Kristur sjálfur, hinn smurði, sonur Guðs, almáttugur. Og Jesús segir við hann, hold og blóð hefur ekki opinberað þetta, Pétur, heldur faðir minn á himnum. Svo strax á eftir fer Jesús að segja lærisveinum sínum hvað hann átti að líða. Það er að segja, hann átti að fara til Jerúsalem, vera tekinn af lífi, krossfestur, laminn og barinn og murkað úr honum lífið. Hvað gerðist þá? Þá kom allt í einu annað hljóð í Pétur. Leið og Jesús fór að tala þjáningarhliðina á göngunni, þá kom allt annað hljóð í Pétur. Þá sagði hann, þetta má aldrei gerast. Þetta má ekki verða. Og Jesús sagði við hann, vík frá mér Satan. Þú ert mér til ásteytingar. Hann var ekki að segja það að Satan sjálfur væri mættur þarna í persónu. Nei, hann var að tala í rauninni við þetta fallna eðli í hjarta Péturs. Þetta fallna eðli sem að treystir ekki drottni á þessari þjáningarhlið göngunar. Það var ekkert mál fyrir Pétur að segja að þú ert Kristur. Svo strax á eftir, nei, þú hefur rangt fyrir þér, þetta má ekki gerast. Og við kunnum að segja, vá, hvað hann hefur verið fljótur að tala svolítið sérstakur. Vitið það, hann er bara alveg eins og ég og þú. Við erum nákvæmlega eins. Á göngunni með Guði, að þegar kemur að þessari þjáningarhlið, að fara að grafa jafnvel upp úr fortíðin okkar, hluti sem við höfum ekki vilja að grafa upp, vegna þess að þeir særa. Og þá allt í einu kemur upp þessi, nei, þetta má aldrei verða. Við skulum ekki fara þangað. Höldum bara áfram hérna með kraftaverkin og þú veist, allt þetta frábæra. Ekki grafa þangað, það er svo sárt. Ég er búin að grafa þetta svo djúpt niður. Ég er svona líka. En það er svo magnað við traust á Drottin. Að traust á Drottin leysir úr læðingi kraft Guðs. Það er svo merkilegt við traustið. Þess vegna leggur Drottin áherslu á að við treystum honum af öllu hjarta og reiðum okkur ekki á eigið hyggjuvit. Þið hafið eflaust öll heyrt þessa blessuðu konu sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Það er sagt frá henni í orði Guðs. Þið hafa ábyggilega heyrt oft predikað þetta. Hún var búin að reyna allt sem hennar hyggjuvit sagði henni að gera í 12 ár. Eytti hún alegu sinni til þess að reyna að fá lækningu, fór til þessa læknis og þessa læknis. Prófaði þetta og prófaði hitt. Það virkaði ekki neitt, það gekk ekkert. Ekki neitt. Svo kemur þessi litla setning og ég elska svo mikið þessar litlu setningar. Þá sá hún Jesú. Þá sá hún Jesú. Og það breytti öllu. Og hún hugsaði með sér, ég ætla ekki að reiða mig á hyggjuviti mitt lengur. Ég ætla að treysta honum. Ég veit ekki hvernig það á að virka, ég skil það ekki, en ég ætla bara að treysta honum. Og hún skreið af stað í gegnum mannþröngina. Það voru mörg 100 mann sem þrengdust að honum og það voru allir að snerta hann, koma við hann og þú veist, vera nálægt honum. Hún skreið í gegnum mannþröngina og snerti fald klæðans, neðst á klæðunum. Og þá allt í einu, hei, wow, hver snerti mig, sagði Drottin. Það var ekki eins og hún hafi ekki vitað það. Og lærisveinarnir sögðu, hvernig getur þú sagt hver snerti mig? Það er allir að snerta þig. Það eru mörg 100 manns að snerta þig. Nei, það snerti mig einhver.
Það var einhver sem kom í auðmýkt sinni og í neyð sinni og í vanmætti sínum og snerti hjarta mitt. Og hann sagði, ég fann að það fór kraftur út af mér. Hann ákvaða ekki sjálfur, það bara gerðist. Vegna þess að það var auðmjúk kona sem hafði engu að tapa, sem hafði í raunni átt 12 ömuleg ár. Hún ákvað það að treysta honum án þess að skilja nokkuð í því hvernig þetta ætti að bjargast. Þá ákvað hún að treysta honum. Og þetta leysti úr læðingi kraft Guðs og hún læknaðist á staðnum. Það er þetta sem ég er að tala um, systkini. Þjáningin eða þrengingin eða neyðin sem þú hefur gengið í gegnum eða kanntu jafnvel að vera að gangi í gegnum núna. Hún getur verið að móta nákvæmlega þetta traust og þessa auðmýkt í hjarta þínu sem að mun snerta Drottinn á nákvæmlega sama hátt og snerti þessa konu. Ekki líta smáum augum á það sem að þú kannt að vera að gangi í gegnum eða hefur gengið í gegnum. Og láttu engan annan líta smáum augum á það. Afsakið. Ég á það til þegar ég finn snertingu Drottins, þá á ég það til að gráta. Og mér finnst það gott. Og þannig vil ég hafa það. Og það kom tímabili í mínu lífi þar sem að mér var ekki vel við það. Mér fannst það vont, en í dag finnst mér það gott. Það er einhver hreinsun sem á sér stað þegar við leifum tárunum bara að koma. Það er oft sem við höldum þeim niðri, leifum því bara að koma. Drottinn hefur gefið hvert einasta tár. Ég líki þessu stundum við að vera undir stýri á svona kraftmesta bíl sem til í heiminum. Það er alveg einhverjir bílaáhuga menn hérna eða konur. Hugsið ykkur að setjast undir stýri í kraftmesta bíl sem fyrirfinnst. Setja þar, það vantar lykilinn. Hugsið ykkur að þetta er glatað. Þú veist alveg bara, nei, vitandi af kraftinum sem er hann undir húddinum. En það vantar lykilinn til að leysa þennan kraft úr læðingi. Lykillinn, systkini, er traustið á Drottinn. Þetta auðmýktar trúar traust sem Drottinn gerir svo mikla kröfu á í Biblíunni. Að við treystum honum af öllu hjarta og reiðum okkur ekki á eigið hyggjufitt. Þegar við gerum það, það er lykillinn. Það er lykillinn að krafti Guðs. Í Daniels bók, Daniel var einn af þessum spámunum eins og eru kallaðir. Þá er svolítið skemmtileg saga og ég tók eftir í einu laginu hérna áðan, ég man ekki hvaða lag það var. Þá er aðeins impra á því, það kom í textanum í einu lagi að talandi Jesú eða Drottinn og það var sagt He's the fourth man in the fire. Ég man ekki hvaða lag þetta var. Já, og það er sagan sem ég er að tala um. Þegar Ísraelsmenn voru herleiddir til Babylóníu, það var náttúrulega mörg 100.000 manns sem voru herleiddir til Babylón af manni sem var yfir Babylóníu og hét Nebúkadnesar. Og hann herleiddi Ísraelsmenn og þeir voru þar í ánauð í Babylóníu. Á meðal þessara allra voru 3 aðilar sem hétu Sadrak, Mesak og Abednego. Þetta er sérstök nöfn og
svo kom að því þegar allir voru komnir til Babylóníu og ekki löng eftir að fólki á komið til Babylóníu, þá segir Nebúkadnesar, hann lét smíða risastórt líkneski af sjálfum sér. Það segir svo margt um það hvernig manneski þetta var. Hann var gjörsamlega snar klikkaður, sko. Hann lék sér að því að drepa fólk. Hann var alveg gufuruglaður, sko. Og hann lét smíða stórt líkneski af sjálfum sér, svo skipaði hann öllum lýðnum, öllum Ísraelsmönnum að beygja kné sín og tilbiðja líkneskið. Hugsið ykkur hrokan sem getur fundist í hjarta mannsins. Og hann skipar öllum að gera það og það gera það allir nema 3. Þeir stóðu bara fastir og svo við tilbyðum ekki þetta líkneski, við tilbyðum bara Drottinn sjálfan. Hann er okkar Guð og við tilbyðum hann. Við beygjum kné okkar ekki fyrir þessu líkneski. Þegar Nebúkadnesar sá það, þá lét hann taka þá og kastaði þeim í eldsofn. Og lét kynda ofninn 7 sinnum meira en venjulega og lét kasta þeim þar inn. Svo þegar þeir eru búin að vera í eldsofninum og áttu að í raun að vera löngu dauðir, þá segir Nebúkadnesar, býtu, kastuðu við ekki 3 þarna inn í ofnin? Jú, sögðu verðirnir. Af hverju sé ég 4? Af hverju sé ég 4? Og hann sagði, og sá 4. hann líkist syni Guðs. Hugsaðu hvað þetta er magnað. Og síðan lét hann kalla þá út úr ofninum og það sá ekkert á þeim og það með þess að tekið fram, það var ekki einu sinni lykt af þeim, það var ekki brunalykt af þeim. Það hafði ekki snert á eldurinn í ofninum. Og þegar þetta gerðist, þá sagði Nebúkadnesar. Og ég ætla að lesa það fyrir ykkur. Hann sagði, lofaður sé Guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednegós. Hann snerist til trúar á staðnum, en takk eftir þessu, lofaður sé Guð þeirra sem sendi engil sinn og frelsaði þjóna sína sem treystu honum. Þetta var lykillinn. Þeir treystu honum, þeir treystu Drottni mitt í eldsofninum. Þeir stóðu þarna inni og þeir treystu Drottni. Hver er þín eldlega reynsla í dag? Hvaða eldsofn kann þú að vera að ganga í gegnum akkurat núna? Það þarf ekkert að vera mikið, vitið það systkini, það þarf ótrúlega lítið til að stugga við trausti okkar á Drottin. Það þarf ótrúlega lítið. Það gerðist daginn hjá mér og mörgum kynna finnast það ómerkilegt. Já, 2 dætur, og við hjónin eigum 2 dætur, sem eru 19 og 21. Það eru rauninni 20 og 22, það er allavega. Það er ákveð það fyrir svolítið löngu síðan að fara til Nýja-Sjálands. Við eigum vini þar og það er ákveð að fara 2 saman. Og þetta er langt ferðalag. Það er flugu til Finnlands og þaðan til Suður-Kóreu og svo þaðan til Nýja-Sjálands. Nema þegar þú fer til Nýja-Sjálands þá þarftu að sækja svona viss landvistarleyfi alveg eins og þú fer til Bandaríkjanna. Og þegar það komið til Kóreu, búin að vera þar í sólarhring, voru á hóteli þar og svo koma þær á flugvöllinn og ætla að fara að halda áfram, þá voru það að stoppa þær. Komist ekki áfram. Vegna þess að þetta leyfi fannst hvergi. Við höfum gert þetta leyfi árið að fóru og það var greinilega ekki alveg rétt gert. Þannig að það voru fastar í Kóreu. Og það hringdu, og ég man að klukka var eitthvað 4 nótt hringdu í okkur. Og mér finnst þetta rosalega vont. Mikið rosalega fannst mér þetta vont. Það þurfti ekki meir en þetta hjá mér. Að vita af
börnunum mínum, eitthvað stórt í Kóreu, fastar. Og það átt að fara að fljúga, hefði átt að fara í loftið bara eftir 4 tíma. Það var í rauninni ekkert annað að gera en að sækja aftur þetta leyfi á netinu, en það gæti tekið 3 sólarhringa. En það var ekkert annað að gera en að gera það bara og svo var bara að treysta Guði. Mér fannst ég ekkert vera að treysta honum, vegna þess að ég var alveg á nálum. Það þurfti ekki meira til en þetta. Þetta er nú ekkert alvarlegt. En veitir, þetta fór í gegn á 1,5 tíma. Og það er bara held áfram. Og þetta var búið, skilur við. En þetta sýndi mér samt, það þarf ekkert mikið til þess að íta eins við trausti mínu á Drottin. Skiljið hvað er að fara? Og við göngum öll í gegnum svona eldlega reynslur í lífinu. Ég fer að loka þessu bráðum, en í Lúkasi, í 5. kafla, þá kemur þessi merkilegi maður fyrir aftur, Pétur, vinur okkar, minnst hann alveg dásamlegur. Það hefur blivið frábær náungi, sko. Þegar Jesús hafði lokið ræðu sinni, þá sagði hann við Símon, það er að segja Pétur, hann hét Símon Pétur. Jesús ávarpar hann stundum sem Símon og stundum sem Pétur. Þú skulum ekkert fara inn í það núna út af hverju, það eru ástæður fyrir því. Jú, Símon hafði með að gera holdlega manninn hans. Pétur hafði með að gera andlega manninn hans. Þess að sagði hann við Pétur á fjallinu, þegar hann sagði þú ert Kristur, þá sagði hann þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína. En svo segir hann þarna, Símon, þá var hann að fara að eiga við holdlega manninn og hann segir við hann, Símon, legðu netið til fiskjar, farðu í bátinn og legðu netið út. Og Símon svaraði, meistari, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið. Hvert er nætur tímabilið í þínu lífi þegar þú gengur í gegnum kringumstæður í lífinu þar sem þú ert búin að reyna og það gengur ekki neitt, það er alveg sama hvað þú reynir. Þú ert búin að biðja og þú ert búin að biðja og það er eins og kom ekkert svar. Hver hefur ekki lent í því? Ég hef lent í því svo oft. Maður biður fyrir einhverju en svo kom ekkert svar. Og maður svona, skiljið. Það getur verið eitthvað alvarlegt sem við gerst í lífinu. Og þú ert búin að reyna og það gerist ekki neitt. En þá segir hann þessa mögnuðu setningu sem er líka svo lítil. Að Pétur segir, ég er búin að reyna í alla nótt. Svo segir hann, en fyrst þú segir það, þá skal ég gera það. Þetta var lykillinn sem startaði bílnum. Fyrst að þú segir það, ég skil ekki hvernig. Ég er búin að reyna í alla nótt. Hyggjuviti mitt segir, býtu, farðu bara í land og hættu þessu. En fyrst að þú segir það, þá ætla ég að gera það. Og hann kastaði netinu og það segir, ég ætla bara að lesa það. Það er svo magnað. Nú gjörðu þeir, já, svo köstuðu netur og fengu þeir þá svo mikinn fjölda fiska að net þeirra tóku að rifna. Það var svo mikill fiskur að netin þau rifnuðu. Og þá spyr ég, var í rauninni vandamáli það hvað fiskurinn var mikill? Nei, vandamáli var hvað netin voru lítil. Það er málið. Netið er traustið sem við leggjum út. Traustið var bara ekki meira en þetta, að það höndlaði í rauninni ekki þá blessun sem að Guð hafði.
netið fór að rifna. Systkini, Drottinn gefur okkur færi hvern einasta dag að kasta út netinu til þess að fanga blessunina sem hann hefur fyrir okkur. Drottinn horfir ekkert á fortíð þína eða fortíð mína og skammar mig fyrir hana. Hann tekur bara við mig nákvæmlega eins og ég er. Þessi sami Pétur þegar Jesús var í hallargarðinum og það var verið að berja hann og það var búið að úthella blóð hans. Og Pétur stóð langt í burtu og horfði á þetta. Og það komu 3 aðilar til hans og sögðu, býttu, varst þú ekki með honum? Nei, ég veit ekki hver þetta er. Hann afneitaði honum 3 sinnum. Þetta fólk hafði allt séð hann með honum. Hann var í rauninni ekki að tala um það að hann í rauninni þekkti ekki Jesú. Hann var í rauninni að segja, ég þekki ekki þennan hluta af göngunni. Ég þekki ekki þessa þjáningu sem hann er að ganga í gegnum. Ég vissi ekki að það væri hluti af pakkanum. Ég skrifa aldrei upp á þetta. Pétur þráði ekkert heitar heldur en að vera nálægt Jesú þar sem hann var í þjáningu sinni. Hann bara gat það ekki. Holdlegi maður hans var bara þannig. Systkini, við erum bara alveg eins. En það segir að Jesús leit til hans. Ekki dómsaugum eða skammaraugum, heldur miskunnar og kærleiksaugum. Og sagði við hann með augunum, Pétur, veistu að ég elska þig. Ég elska þig bara eins og þú ert. Þú þarft ekki að vera langt í burtu, komdu bara til mín. Og Pétur hann gekk út og hann grét. Þetta er á nákvæmlega sama og Drottinn segir við okkur í dag, komdu bara til mín. Ég vil hafa þig hjá mér. Þú getur ekki gert neitt sem fær mig til þess að elska þig minna heldur en ég geri. Drottinn er ekki bara einhver sem er fullur af kærleika. Drottinn er kærleikur. Það er stór munur þar á. Treystu Drottni af öllu hjarta, en reituðu ekki á eigið hyggjuvit. Mér langar að skilja það eftir hjá okkur. Það verður fyrirbæn hérna núna. Það eru fyrirbiðjendur sem munu koma hérna fram og ég hvet ykkur. Komið og biðjiði með fyrirbiðjendum og leyfiði fyrirbiðjendum biðja fyrir ykkur. Komið með það sem hafi jafnvel haldið niður í mörg ár. Komið með þetta fram fyrir Drottinn. Ef þú veist ekki hvernig þú átt að gera það, ef þú kannt ekki að taka þetta upp, þá veit Drottinn það. Treystu bara honum. Hann mun vel fyrir sjá. Amen.